Já, sæl. Það rosa gaman að fá að vera með ykkur hérna á Vísindabræðingnum. Eins og Hannes svo segja, þá heiti ég Rannveig og er á sálfræðisviðinu og mig langar að spjalla við ykkur aðeins sjálfsskaða ungmenna og kynhneigð. En ef við pælum aðeins í hvað sjálfsskaði, að þá í rauninni felur það náttúrulega í sér að skaða eða skemma eigin líkama á einhvern hátt og felur til dæmis í sér að skera í hann, brenna, getur verið að kroppa á aggressívan hátt eða eitthvað slíkt. Og það tengist oft sjálfsvígshugsunum og tilraunum en þarf ekki endilega að gera það. Og við höfum séð til dæmis í rannsóknum sem rannsóknargreining hafi verið að gera og eins og til dæmis eru niðurstöður sem rannsóknargreining skrifuð í skýrslu fyrir landlæknisembættið nýlega að ítrekkuðu sjálfsskaði hefur verið að breytast svolítið frá árunum 2004 til 2016. En við sjáum að hjá strákum hefur þetta haldist mjög svipað en hjá stelpunum hefur þetta aukist frá 5% í 13%, þeir sem að sýna eitthvað sjálfsskaða, þannig að það náttúrulega mjög alvarlegt. Einn þáttur sem mér finnst mjög mikilvægt að tala áhættuþættir fyrir sjálfsskaða og einn af þeim kynhneigð og erlendar rannsóknir hafa sýnt mjög sterkt að hinsegin fólk í aukinni áhættu fyrir það að sýna sjálfsskaða og við vitum rosalega lítið þetta í rauninni á Íslandi og það náttúrulega svolítið vandamál. En erlendur rannsóknir hafa sýnt að hinsegin ungmenni í sérstakri áhættu og að tvíkynhneigðir í sérstakri áhættu samanborið við hinsegin hópana. Fræðin segja okkur líka að það ákveðnir áhættuþættir fyrir sjálfsskaða og eins og hérna bara nokkur dæmi, til dæmis kynferðisofbeldi, það var orðið fyrir því, og eins og neikvæðar tilfinningar, depurð, kvíði og reiði, að þetta allt eykur líkurnar á að viðkomandi sýni einhverja hegðun sem telst sem sjálfsskaði. Þannig að ég ætla að skoða hvort að þessir áhættuþættir eiga við hjá okkur og líka hvort að þeir eru ólíkir eftir kynhneigð. Þannig að gögnin sem mig langar að skoða frá rannsóknum og greiningu og voru spurningalisti sem var lagður fyrir ungmenni í framhaldsskólum 2016 og þetta 10.700 manns og það var spurt hefurðu reynt að skaða sjálfa þig ævina. Þannig að það var ekki tekið fram nákvæmlega, ekki gefin eins skilgreining, þannig að þeim það sjálfsvald sagt. Kynhneigð, það var spurt aðlögun að kyni. Þannig að það var ein spurning hversu mikið laðast þú að gagnstæðu kyni og svo gefinn skali og svo hversu mikið laðast þú sama kyni. Og þá var það kóðað þannig að ef þú laðast að gagnstæðu kyni og ekki sama kyni þá ertu gagnkynhneigður, ef þú laðast að sama kyni og ekki gagnstæðu kyni þá ertu samkynhneigður, ef þú laðast að báðum þá ertu tvíkynhneigður og ef þú ert lágur að báðum hverjum þá ertu með litla eða enga svona kynferðislega aðlögun. Og þessar spurningar var unnar í starfi við Samtökin 78. Og svo spurðum við líka kynferðisofbeldi, depurð, kvíða og reiði. Þannig að við skoðum fyrst bara hópana aðeins að þá sjáum við fyrir gagnkynhneigða hópinn að við erum með, þá erum við með fyrir strákana sem eru í rauðu að það í kringum 80% strákana sem eru gagnkynhneigðir og 76% stelpnanna. Mér langar að benda ykkur sérstaklega á tvíkynhneigða hópinn þar sem við erum með 8% stráka og næstu 16% stelpna. Þannig að þetta orðin alveg þokkalega stór hópur af heildinni sem sérstaklega stelpunum sem að segist laðast á báðum kynjum. Ef við skoðum svo sjálfsskaðan að þá fyrir þá sem hafa aldrei skaðað sjálfa sig það eru 88% stráka og 72% stelpna. En við sjáum að það eru frekar fáir sem hafa gert þetta einu sinni, tvisvar, þrisvar, fjórum sinnum. En svo þegar við erum komin í þennan ítrekkaða sjálfsskaða, þess að 5 sinnum eða oftar, þá eru strákarnir ennþá nokkuð lágir, kringum 4%, en stelpurnar eru komnar upp í 13%. Þannig að þetta svona ítrekkaðu sjálfsskaði ótrúlega alvarlegt mál og eitthvað sem við þurfum að taka rosalega mikið á fyrst mér. Ef við skoðum líka sjálfsskaða, þannig að ég búin að setja saman þá sem að stunda eitthvað sjálfsskaða, þannig að þetta einu sinni og oftar, eitthvað tímann á ævinni. Þannig að við sjáum náttúrulega í heildina að stelpur stunda þetta meira en strákar, en svo ef við berum saman kynhneigðarhópana að það sjáum við hjá gagnkynhneigðum, þá erum við með 9% stráka en 23% stelpna. Þannig að strax komið rosa kynjamunur. En svo við berum gagnkynhneigðu saman við samkynhneigðu, þá þetta marktækur munur, þannig að samkynhneigður eru orðin líklegri til að sýna þessa hegðun og svo eru tvíkynhneigðu ennþá líklegri. Þetta allt marktækur munur á milli. Þannig að við sjáum fyrir tvíkynhneigðu stelpunar þá þetta orðnast í helmingurinn af hópnum sem hefur sýnt þessa hegðun sem alltaf mjög alvarlegt mál og við þurfum að gera eitthvað í. Ef við pælum í áhættuþáttunum að þá skoðaði ég þessa þætti og sá að depurð, kvíði og reiði spáir fyrir sjálfsskaða eins og í fræðunum en gerir það á sama hátt hjá öllum. Kynhneigð virðist ekki skipta máli hérna. Ef við skoðum hins vegar kynferðisofbeldi að þá fer það að skipta máli, það að segja
Tengsl kynferðisofbeldis og sjálfsskaða eru sterkari hjá hinsegin hópunum. Það er að segja þeir sem eru samkynhneigðir eða tvíkynhneigðir. Þannig ef við tökum bara saman það sem ég er búin að tala að þá sjáum við að sjálfsskaðin er rosalega alvarlegt vandamál. Við sjáum að hinsegin ungmenni og stúlkur eru í sérstakri áhættu. Við sjáum að áföll og erfiðar tilfinningar tengja sjálfsskaða og að kynferðisofbeldi spáir sterkar fyrir sjálfsskaða meðal hinsegin ungmenna en annarra. Þannig að við þurfum að hugsa hvernig getum við gripið inn í, við þurfum náttúrulega alltaf að vera að fyrirbyggja slæmar afleiðingar kynferðisofbeldis, en hvernig getum við horft á þessa hinsegin ungmenni og reynt að koma í veg fyrir svona slæma hegðun og slæma líðan sem að sjálfsskaði endurspeglar. Þannig að við þurfum að hugsa inngrip og forvarnir, en líka mögulega verndandi þætti og þetta er sagt í fræðunni líka, að við þurfum að fara að horfa á hvernig getum við verndað ungmenni fyrir þessu. Takk fyrir mig!